Erlingur Sigurðarson, gjörðu svo vel. Já, formaður og góðir áheyrendur. Formaður, góðir áheyrendur og félagar. Það nú erfitt að taka til máls svona blaðalaust eftir svona mikla ræðu, en mér kom í hug undir henni að það væri munur ef breyttir tímar frá því árið 1000 þegar kristni var komið á Íslandi með 2 manna samningi og annar kvað upp úrskurðinn. Þá var ekki verið að tala um þjóðaratkvæðagreiðslur. Allir skulu vera hafa einn sið var úrskurðað og þótti gott. En bara því ég er að tala um þessa þjóðkirkjugrein þá vil ég lýsa því yfir að mér finnst ekki til bóta lausnin að fresta málinu. Við verðum að taka á því og ættum að greiða atkvæðum bara hvort að ákveð verður í stjórnarskrá eða ekki. Það er eðlilegast. Nú, það er mikið starf unnið af A-nefnd og ég verð að segja að það er margt gott en það er líka svolítið misjafnt. Þorkell fór nú yfir ýmislegt af því sem að athugavert var á mínum dómi líka, en það eru fleiri atriði sem ég vil minnast á og ég ætla að byrja aftan á. Þetta eru byrja aftan á, segir hvernig er það? Við síðustu greinina sem er þarna 32 verði ég að segja að það er góður seinni partur en fyrri parturinn finnst mér svona vafasamari og það er hvort það mætti ekki, ég ætla bara ekki athugasemdir vegna það væri komur getur gert þetta gott og svo er hlutverk þeirra lögum ætti að fara út held ég. Framkvæmdir og virkni eftir því sem samræmist lögum og valdmörkum. Það er eðlilegt. En síðan er það 27 er ágætt og eignarrétturinn er í lagi. Barneignirnar eru til bóta. Atvinnufrelsi, það finnst mér vera mikill munur á hvað eldri textin er betri. Bæði skýrari og betri. Og ef það er rökstuðningurinn er ekki alveg, hann er ekki þarna reyndar. Þetta er til dæmi eftir mót til það að það er ekki að bæta okkur þarna inn í, er ekki að gera það til persónulegra. Þetta er ópersónulegt hvort eftir sem áður. Og okkur sé bæta það inn í eins og það sé bara verið að koma okkur á framfæri. Þetta hefur ekkert með fyrstu persónu fleirtölu að gera. Menntunina, þá vildi ég segja að það er hægt að, minnst það svolítið staksamt að segja öllum skal og öllum skal. Það verður hægt að sameina þessar greinar með því að fella niður 2 línur í annarri málsgrein. Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar án endurgjalds. Og seinni parturinn er til bóta. Heilbrigðisþjónusta, seinni málsgreinin í tillögum A-nefndar er aðbragð. Svona orða hlutina. Þetta er sem eigum með skýrt og einfalt málfar. En þó ekki flatt. En fyrri parturinn finnst mér vera hálfgett rugl með hvað seinni parturinn er góður og ég legg til að fyrri parturinn falli niður. Nú, 21, réttlát málsmeðferð, það er í lagi með hana. 20 er fyrirmyndagrein, herskildum og aldrei í lög leiða, svona orða hlutir að segja. Og svo er það 19 bann við ómannúðlegri meðferð, ég ger eiginlega athugasemdir við hér og nokkrum stöðum aftar að fyrirsagnir eru yfirleitt mjög góðar, mjög skýrar og mjög lýsandi og skammorðar. En bann við ómannúðlegri meðferð er svona í lengsta lagi og þvælnara. 111 meðferð verður miklu betra. 111 meðferð og skepnum með grimt og guðlaust athæfi, eins og segir í ljósvíkingunum. Þetta er nú svona, en aftur á móti er textinn ágættur, enda ekki breytt.
Bann við afturvirkni refsingar ágætt breyting nema setning sín fyrirsögn heldur löng. 17. Frelsissvipting. Þetta allt í góðu lagi og ferðafrelsi. Svo það 15. Ríkisborgararéttur. Það ekki rétt finnst mér hjá Silju Báru að segja að þetta sé nútímavæðing á orðalagi nema hún segja þá til þess að gera óskýrara. Að það munur á því fyrir hverjar sakir mann vísa á landið eða fyrir hvaða sakir. Það annað krefst nákvæmar upptalningar og sundurgreiningar. En hitt kannski almennar orðað. Það nákvæmlega hvaða eða hverjar sakir hvers eðlis þeir eru. Félagafrelsi 13, gott. En svo aðal máli eftir hérna þegar það koma í fremstu greinarnar. Í þjóðkirkjunni ég búin að segja trúfrelsið lesið þetta nú fyrir ykkur og berið saman nýja textan á þann gamla frá nefndinni sem í núverandi skjali. Hvað mikill munur á þessu að vera frjáls hugsana sinna, sannfæringar og lífskoðunar og áframhaldi eins og stendur í skjalinu núna. Þetta skýrt og vel orðað og stíll yfir þessu. En það ekki hægt að segja saman nútíma nýjustu tillögu. Ég legg til að þetta verði óbreytt. Upplýsingafrelsi og það spurningin hvort það hið opinbera nógu gott og við tölum það hvort það nógu gott í stjórnarskrá. Og svo tjáningarfrelsi í 7. Það var minnst á það hérna áðan að neti væri tímabundið fyrirbæri. Hvað þetta okkur að hafa óheftan aðgang að faxi sem var samskiptaleiðin fyrir nokkrum árum. Þetta svona, ég vekur upp gamla vísu í huga mér því að það bjótu upp frelsi í framtíðardans og forðtil á dansa við það en forðastu nauðþykju nútímans með naflan í hjartastað. Réttur barna til mikilla bóta. Svo það komið að stílafingunum. Öll skulum við njóta fríðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Já, við skulum njóta sumarsins. Við skulum gera það. Sögna skulu, svo ég ætla að sleppa málfræðikennslu, en hún með breytilega merkingar eftir í hvernig hún stendur í persónu. Þú skalt segir þegar talir í annar persónu, það var skipun eða boð. Við skulum hvatning til að upplifa eitthvað frekar eða gera aðhafast eitthvað, en það aftur á móti öllum skal gert kleift að njóta þegar þetta gert ópersónulegt. Þá það í skipu svona það að þetta gildi. Og þetta sýnir að þetta dæmi ásamt fleirum sem hérna, þau eru 5 hérna og þau eru öll lítil þessa nútímavæðingu í skrifum, fyrstu persónu fleirtölu og mér sýnist nú að þessi niðurstaða sýni að þetta vandræðalegt þegar það svona lítið fyrirbæri í textanum. Það ein grein, ein málsgrein í lengri klausu sem að kemur með þetta og þetta verður vandræðalegt og þetta verður rembingur í stíl og sundurleiti sem að gerir þetta verkum að þetta verður óeðlilegt. Eins og gerist hérna í greininni í 7. grein. Öll erum við frjálskoðan okkar og sannfæringar og eigum rétt á að tjá hugsanir okkar. Síðan kemur stjórnvöld skulu og í greininni líkur hver og einn ber ábyrgð á framsetningu skoðana sinna. Öll erum við frjálskoðan okkar og sannfæringar en hver og einn ber ábyrgð á framsetningu skoðana sinna. Þetta svona til marks það að þetta gengur ekki upp saman. Þessi góða tilraun hún dæmd til að mistakast það minna ekki. Nema að hún við ábyggilega þá í aðfara orðum eða upphafi texta. Ef hann haldið gegnum alla greinina og stíla út frá því. Nú, efnislega, þetta saman hérna allir skulu njóta mannhelgi. Þetta gengur ekki. Öll skulum við njóta. Þetta. Og svo 3. greinin, hún efnislega veit ég bara ekki hvað það stendur eiginlega. Hún þvælin og ruglingslega meira lagi og ég sé ekki segja neitt. Og svo lokum það jafnræðisregluna
Öll erum við jöfn fyrir lögum og skulum njóta mannréttinda og nokkurs mannréttindarálit. En svo talið upp þarna tungumál til viðbótar. Það eðlilegt og sjálfsagt að menn fá að tala sína þjóðtungu og sína tungu. En mér finnst að ég spyr hvað þýðir þetta, að tungumál með ekki, greinir minn ekki að. Þýðir þetta það að öllum sem aðrar tungur en íslensku tala ber réttur til að fá kennslu á sínu móðurmáli. Móðurmál er kvenlegt, en í sínu föðurlandi sem er karllægt. En ég spyr það leggur þetta skyldur á hið opinbera, svo ég segi það, að tryggja öllum kennslu í sínu móðurmáli og ef ekki, hvernig er þá að bregðast við, eða leggur þetta hömlur við því að íslenska verði kennt sem aðal tungumál. Ég hef lokið máli mínu.